sækja stúkur frá Evrópu sjóleiðina en núna vonandi getum við farið að halda stórmót í þessum inni greinum. Það er gífurlega spennandi og örugglega mjög mikið lyftistöng fyrir okkar íþróttalíf. 2 ár í Ólympíuleika, þannig að við erum farin að telja niður við Ólympíunördarnir. Kortir í og þeir ættu að vera tilbúnir, þeir 8 sem voru bestir á boganum. Tæknilega erfiðasta áhaldið í áhaldsfimleikum karla. Við höfum að sjálfsögðu 8 mann í úrslitum á stórmótum á bogahestin. Rúnar Alexandersson fór í úrslit bæði á Evrópumótum, undanúrslit og heimsmeistaramóti og svo Ólympíuleikunum 2004. Fáum fyrst hérna Mamkon Kakotrian frá Armeníu. Hann var einmitt á verðlaunapallinum í fyrra og á heimsmeistaramótinu líka. Silfur á báðum mótum. Þá var það Rhys McClanahan frá Írlandi, ólympíumeistarinn 2024. Hún verður meiddur á öxl. Frábært að sjá hann hérna í úrslitunum. Og spurning hvort hann geri erfiðari æfingar heldur hann hefur gert. Svo er það Arseni Dukno sem er funheitur eftir silfrið á gólfinu. Þá er það bronsmaðurinn frá því í fyrra frá Ítalíu, Gabriel Targietta. Ignacio Jockers frá Spáni sem við nú ekki oft fengið að sjá í úrslitunum. Þá er það maður sem tengist okkur nú örlítið, Dimitri Mikjevits frá Lettlandi, en pappi hans, Arthur Milkevits, sem var nú lengi formar teknilegt að kalla í áhaldsfimleikum hjá Alþjóðafimleikasambandinu, þjálfaði Rúnar Alexandersson á tímabili. Þá er það David Ivanov sem keppir fyrir Búlgaríu, æfir nú í Bretlandi og hefur gert eiginlega alla tíð. Og hann er á búlgarska foreldra og keppir fyrir Búlgari og oft verið í úrslitum á bogahestinum. Þessi fyrstu 4 aðeins að koma við hestin. Mistum hérna af Hamlet Manukyan sem er Evrópumeistarinn á bogahestinum. Armenarnir 2, þessir ungu frábæru fimleikamenn. Hann er mitt Evrópumeistari og heimsmeistari unglinga. Hérna sjáum við þá hita sig upp á Kakotrian og Manukyan. Þá sjáum við Hamlet. Evrópumeistari á bogahestinum. Spurning hvort hann hafi aðeins hækkað upphafseinkunnina sína. Þeir kom inn í öðru og þriðja sætinu. Þetta hérna, hesturinn er lítill, hérna er ólympíumeistarinn Rhys McClanahan. Kom inn í 5. sætinu, er ekki komin í fullan erfiðleika og hefur nú sagt að það sé ekkert endilega stefnan á þessu ári. Hefur verið að bæta gólfæfingunum við í sitt vopnabúr McClanahan. Sjáum við hérna þessi 8. 4 hitu upp og keppa, svo koma hinir 4. Og það er dregið röðina. Það er ekki þannig að sá sem er efstur fá að byrja. McClanahan, hann er með ofboðslega góða tækni, hár yfir hestinum og það er eitt af þessum
dómarnir horfa mjög mikið á að mjaðmennirnar séu beinar og fæturnar sjálfsögðu saman og ristar spenntar. En svo það sem að kannski margir fá frádrátt fyrir að þeir missa mjaðmennirnar örlítið niður og þá maður ekki nægilega hátt yfir hestinn. Og mjög flókið að dæma bogahestinn. Við áttum einmitt einna yfir dómurunum á bogahesti í unglingaflokknum. Björn Magnús Tómasson búinn að sitja alla vikuna og dæma unglingana á bogahestinum og Sigur Hrafn Pétursson verður hérna á eftir og dæmir hringina. Hérna Rússan kom inn í 8. sætinu en það munar tæpu stigi á fyrsta og síðasta sæti. 1 fall og þá þeir tilbúnir. Armenarnir bægilegt að vera svona í röð. Mamikon fyrstur. Hann kom inn í öðru sætinu með 14,766. Armenar hafa nú verið þekktir fyrir það svolítið að þeir eiga frábæra sérfræðinga á áhöldunum en mjög fáir hjá þeim sem gera öll áhöldin. Þeir fóstbræður bogahestmenni gera rauninni bara bogahest allavega á þessum stórmótum. Daftían kemur og gerir oftast bara stökkið. Svo við með hringjamenn líka þannig að þeir eru mjög sjaldan að gera öll áhöldin og þess vegna hefði það verið flókið fyrir þá að setja upp lið. Allt til reiðu. Þurfa að nota sér allan hestinn, þurfa að gera æfingar eftir honum öllum, þurfa að gera eina skærisveiflu og erfitt afstökk. Fæturnar mega snerta hestinn, það til frádráttar. Armenar ætla einmitt að halda Evrópumótið á næsta ári í Jerevan og það verður nú spennandi að sjá hvernig þeim tekst til. Það hefur nú æfingaðstaðan þeirra hefur verið ansi fátækleg. Höfum við séð í vídeóm af þessum ungu mönnum vera að æfa á eldgömlum áhöldum frá sovjettímanum í litlum fimmleika sölum. Þeir hafa einmitt áttum mjög góða fimmleikamenn hér í gamla dag og okkar ædol Albert Azaryan hérna Mamikon tilbúinn og sjá hann byrjar eins og flestir á skærisveiflunum sínum. Væntanlega með færslu yfir halvan eða allan hestinn. Hann byrjar yfir allan hestinn og gerir það mjög vel og komið svo í sína hringsveiflur. Beint yfir á annan bogan. Og svona heill hringur yfir í vinnu á öðrum boganum eitt af það sem svona nýjast í þessu. Og flottar sveiflur upp og niður. Og svo aftur heill hringur á annari hendinni. Svo koma þá færslur yfir allan hestinn. Hann hann örlítið lár. Gerir þetta vel. Léttur og fínn upp í handstöðuna og frábært afstök. Þetta eina áhaldið sem ekki bónus fyrir að lenda á þess að hreyfa fæturnar. Það svo létt að það tekið út, það fengju allir þann bónus, þannig að það ekkert gaman að því. Hann var með 14,766 í undankeppninni, Mamikon. Og sjáum hvort að hvað hann verður í. Gerir þetta mjög vel. Hann með rétt tæpa 9 í framkvæmdarengur og það mjög lítið hægt að taka af honum. Flotta klippið hans hérna yfir allan hestinn og hérna viljum við einmitt að lærin snert ekki neitt. Hann gerir það vel. Hár og fínn yfir hestinum, tæknilega mjög góður.
Silfur á 2 síðustu stórmótum. Silfur er heimsmeistaramóti unglinga. Hann þyrstir svo sannarlega í gull. Einn sem komst yfir 15, já 14,9, hann hækkar sig. Fyrir jafn erfiðar æfingar en gera þær betur og fer í 14,9. Þá kemur Hamlet sem gerir aðeins léttari æfingar. Hann byrjaði í 5,5 í forkeppninni en gerði þetta best af öllum, fór í 9,233. Reynda var Ítalinn Gabriel Tarquetta örlítið frá 9,3 en Hamlet var með 9,233. Spurning hvort hann eigi einhverja eina æfingu eða svo til að reyna að hækka erfiðleikann sinn. Til að fara í 15 þarf hann að fá 9,5 ef hann gerir sömu æfingu. Það er eiginlega of erfitt. Sama byrjun. Kemur hann yfir á og hann gerir þessa sömu byrjun og þarna gerir hann þetta á annarri hendinni yfir og annan bógan. Hár og fínn og hraður. Flottur snúningur á annarri hendinni. Þrefaldur snúningur á milli haldana. Líka erfitt og vel gert. Lappið fram og tilbaka. Og léttur og fínn upp í handstöðunum með afstöku erfiðustu gerð. Það er ekki hægt að gera þetta mikið betur en Hamlet. Manoukian. Þeir sleppa alveg fram að sér beislinu. Armensku þjálfararnir. Það verður gaman á heimavelli. Þetta á þeir munu hlaðin velunum þar. Þau verður svona ein fjölskylda mest í, þau verður svona bræður og frændur svolítið í armenskum fimleikum. Sjá hvað hann er rosalega hár og beinn. Þetta er nú möguleiki fyrir hann að hækka sig, gera fleiri rússasnúninga á öðru haldinu. Hann gerir þetta allt upp á að gera þetta algjörlega fullkomlega. 14,9 er það sem hann þarf. Það er, ef hann byrjar á sama stað, þarf hann að fara upp í 9,4. Það er óbúslega erfitt. 9,3 var Ítalinn með í forkeppni í framkvæmdareinkunnina. Hérna hvað hann er hár og fíll. Hann kemur aldrei nálægt hestinum með neitt parta líkamann nema bara lóana. Mikið gæða merki. Sýndist þetta vera sama æfingin og hann hefur gert í nokkur ár. Fimmtán sléttir, nei, hann hækkar sig í erfiðleikanum. Og það er 9,3, hækkar sig bæði í erfiðleika og í framkvæmdinni. Er upp í 15 meðan að Mamikon er með 14,9. Það er einhverjum með 2 sem er í 15 eða yfir og McClanahan. Olympíumeistarin frá því í París. Sem að sinni endur komu. Tala hann var ekkert endilega að stefna á þessi úrslit. Tvöfaldur heimsmeistari, þrefaldur Evrópumeistari, síðast í Rimini. Hér er örlítið léttara klipp og fær aðeins frádrátt fyrir að snerta hestinn með innanverðum lærunum. Komin út á annað haldið. Tvöfaldur Rússi á öðrum boganum sem er aðeins erfiðara heldur að armennarnir gerðu áðan. Svo gerir þetta þrefaldur Rússi á milli bogana. Svo Hamlet gerði hérna rétt áðan.
Sínglu upp, aftur örlítið þungur yfir hestinum McClanahan. En léttur og fínn upp í hans stöðuna. Sama afstökk og hinir strákarnir gerðu hérna áðan. En hérna í lokin, hann ekki kominn alveg í fulla keyrslu. Bæði æfingin aðeins léttar en hann gerði í París. Lenti í að vera meiddur á öxl og þurfti svo að fara í aðgerð á öxlinni. Sjá hérna aðeins, hann lemur aðeins í hestinn með hnénu. Þetta gerir hann vel. Og erfitt að sjálfsögðu að koma eftir Armenunum sem gerði þetta svona gífurlega vel. Flóknar setningar. Hann gerir hérna tvöfalda rússa á. Það er hér sem hann örlítið lár yfir, sjá það leggirnir snert eiginlega hestinn. Það er eiginlega hérna sem hann fær sín langstæðsta frádrátt. Bæði að klippir ekki alveg nógu hátt og hann svona næstum því sest á hestinn. Og ef hann myndi setjast meir en þetta þá myndi hann hérna bara missa æfinguna. Það hann gerir það nú ekki. En tökum eftir hann ekki með þjálfaran sem hefur verið með hann alla tíð. Veitum ekki alveg hvort að þeir séu hættir að vinna saman eða hvað, það var ekki komið fram. En það er Luke Carson sem keppti nú við okkur lengi á Norður-Evrópumótum. Góðvinur okkar. Á þessum frábæra árangri með Rhys McClanahan. En hann veit að hann í bara uppbyggingaferlinu svolítið. Kom inn í 5. sætinu. Það með 8,8 í framkvæmdarengun. Þetta verður hún til að lækka örlítið. Þeirra langbæsti fimleikamaður frá upphafi. Það verið að líka gera gólfæfingar að undanförnu. Sérfræðingur á boganum. Keppti nú öllum áldum þegar hann var yngri. Sérhæfði sig svo á bogan með mjög góður á gólfinu. Hvað þeir segja dómararnir við þessari framkvæmd hjá McClanahan? Örugglega eitthvað að velta fyrir sér klippinu í byrjun. Ef maður sest á hestinn eða tekur þunga á fótinn, þá missir maður æfinguna. Hann gerir það ekki, hækka sig 0,1, hann gerði auka snúning. 14.166. Svolítið langt frá Armenunum tveimur. Svo fáum við þá næsta mann í hús. Kemur inn 8. Það er Arseni Dufna frá Rússlandi. Og hesturinn svona ekki verið sterkast áhald á Rússana, en það voru þeir félagar sem voru ólympíumeistarar 2021 miklu kraftalegra vaxnir heldur en Dufno. Byrjar hérna svipaðan hátt og hinnir. Það er strax út á. Er hann svo seinn með hendinni í og missir, já þá er maður dottinn. Það er svo erfitt þegar maður missir hraðan. Þá hann aðeins seinn með hendina í og þá dettur maður, hann kominn á fullt aftur út á annan bogan. Snúningur yfir allan hestinn og aftur dongfei-æfingi sem þeir velja sem mjög margir að gera. Lapp fram og aftur búinn að missa hraðan. Það voru mikið að gera hjá honum. Frábæran dag á fimmtudaginn þegar hann var annar í fjölþrautinni. Það var fínt afstök en skaðinn er skeður. 2 föll. Er eitthvað sem hann er ekki vanur, en það
hefur hann ekki fengið mikið að keppa á stórmótum. Þannig verið í banni, sjálfsögðu í fimleikum eins og mörgum öðrum greinum. Fengur síðan nýverið leyfi til að koma aftur til keppni. Fá ekki keppa á Evrópumótinu í Króatíu undir rússneska nafninu eða fánanum. Tæknilega fínt hjá honum en framkvæmdin ekki nógu góð. Þetta missi taktinn. Oft ef maður er búinn að detta einu sinni þá svo vilt að detta aftur. Þannig að það verður óbreytt röð á þessum drengjum. Það verður mjög léttir og fínur upp í afstökin. Hann gerir örlítið auðveldara afstök heldur en hinnir. Rís mun halda sínu 3. set og armenarnir 2. Einkunnir frá armenunum. Vitum þó að þeir eru 3 fyrstu. 4 menn eftir og sá sem leiddi ætti að vera næstur inn bronsmaðurinn frá því í fyrra. Óbóðslega flinkur ítalskur fimleikamaður. Ítalið er nú ekki verið þekkti fyrir bogahest. Verið hringja menn miklir og svigránni. Já, kerfið sé í klessu hjá þeim blessuðum. Hérna sjáum við Milkevits frá Lettlandi. Jú, þeir eru eitthvað að reyna að koma kerfinu á staðið. Þá við tölvumennir mundu nú bara íta á reset. Og eina viti væri að sjálfsögðu bara að dæma þetta á blaði. Á gamla mátan til að fimleikamennir þurfi ekki að bíða svona lengi og við sem erum Já, það er víst, við erum með hérna fréttir frá Zagreb að það var víst elding sem sló út allt net í höllinni og þeir segja að þetta sé að minnstakosti 15 mínútna senkun. Og við höfum þá frá okkar fólki í höllinni, það segir að þeir sem eru hérna Sigurður Hrafn Pétursson er í beinni, okkar dómari, að þeir fái að hita upp aftur. En þetta er kannski eitthvað sem að menn ráða ekki við, að elding líst niður í höllina og þá datt allt skorkerfið út og rafmagn af höllinni sem betur fyrir ekkert meira að gerast en bogahestur í henni. Þannig að við bíðum spenntir og spennt. Komið inn á það áður að
gífurlega erfitt að gíra sig aftur inn í keppnis hugafarið. Að vera tilbúin, komin upp á pallin, vera kynntur til leiks. Sá nú ekki hvort þeir voru líklega búnir með sína 50 sekúndna upphitun piltarnir. Að vera stoppaðar af og þurfa að gera aftur adrenalínið einhvern veginn í klessu. Þessu myndum bara að vera í loftinu, bara hoppar og það sér kaffisopa. Við sjáum okkar bestu menn eru komnir. Tarketta, Jokkers, Mikiewicz og Ivanov. Þetta svona grófraun og þrekraun á þá. Þeir munu alltaf geta sagt en þetta hafi gerst ef þeim tekst ekki upp og ef þeim tekst vel upp þá geta það nú sagt að þeir hafi góða einbeitingu. Sjáum við þá þrjá sem eru fyrstir eins og Hamlet fyrstur með 15 stétta, svo kemur Mamikon 14,9 og Rhys McClanahan með 14,166. Flótur yfirburðir en við vitum að McClanahan sagði nú í viðtölum að þetta hafa nú bara verið bónus að komast hér í úrslit. Það komst ekki úrslit á samveldisleikunum í sumar. Að byggja upp úthald og erfiðari æfingar. Örugglega með LA í huga og möguleikan að verja sinn titil. Sjáum við Mikiewicz. Frábæra Gabriel á síðasta Evrópumóti. Efstur með 15,2. Ef hann gerir jafnvel þá mun hann á fyrsta titilinn sinn í fullorðins flokki. Heimsmeistaramótinu fekk ekki verðlaun þar. Mikiewicz frá Lettlandi gera sig tilbúinn, verið mikið í að keppa á heimsbikarmótunum.
Bartlett með 15 slétta, ótrúleg einkunn. David Ivanov verður síðastur að gera sig tilbúinn. Tveimur árum á Evrómóti unglinga mitt var í úrslitum á bogahestinum. Bræður tveir sjá nú verkið glitta í hinn bróðurinn, eða tvíburar alla heldur. Tilbúinn bíður ekki hátt í hálftíma eftir að fá að gera. Hraðar hendur, þannig við náum að klára þessa keppni fyrir kvöldfréttir. Þetta er tilbúinn. Tvítugur á árinu. Kom virkilega óvart í fyrra í Antwerpen þegar hann fekk sér brons á því móti á bogahestinum. Hann Sjergrein, hæstu bogahesteinkunna á mótinu. 15,2 í keppninni. Okkar línur grannur fimleikamaður. Hann er kominn af stað. Klipp yfir allan hestinn, léttur og fín. Þetta er æfing sem er frábær fram og aftur og svo lappar hann yfir bæði höldin sem er erfiðara heldur en að setja hendurnar á milli. Og svo hans æfingar á öðrum boganum. Hraðanum vel og fæturnir límdir saman og þessi frábæra æfing á öðrum boganum og upp í anstöðuna með snúningi. Hann lét þessa bíð ekkert á sig fá. Frábært hjá Gabriel Tarjeta. Merkilegt að hann komst í fullorðinsliðið án þess að hafa nokkuð tíman keppt fyrir Ítalíu í unglingaflokki. Oftast er það nú þannig með þessa bestu drengi að maður er búinn að fylgjast með þeim í gegnum alla unglingaflokkana. Hérna sjáum við æfingu sem heitir eftir Helge Vammen sem var nú Norrlandameistari og mikill vinnur okkar. Mjög fáir sem treysta sig til að gera hana. Tvöföld færsla yfir báða bogana. Þetta gerir hann frábærlega inn í afstökkið. Hérna sjáum við hvaðan er snertir hestinn minna heldur en til dæmis Rhys McClanahan í klippinu. McClanahan svona alveg á millimetrum að fá þetta gilt, en Tarjeta gerir þetta gífurlega vel. Fimmtán er það sem hann þarf. Ef að þeir eru jafnir þá er sá sem gerði auðveldari æfingu og gerir hana betur, þá vinnur sá sem er með hærri einkunn. Já, 15-1-3-3. Sjáu hérna, erfiðleikinn er 5-9 sem er erfiðari heldur en armenarnir gerðu og 9-2-3-3. Frábær einkunn. Hann kemur sér þá upp fyrir þá tvo. Munar nú ekki miklu. Svo er þetta einhver sem hefur nú ekki verið oft í úrslitum á boganum. Kemur inn í 7. sætinu. 14-4. Jokkers frá Spáni. Svipaðan hátt. Gerir hérna skemmtilega æfingu upp og niður.
Gífurlega erfitt að ná að vinna sig aftur inn í sveifluna. Flottar æfingar á öðrum boganum. Tvöfaldur snúningur yfir allan hestinn. Og upp í handstöðu. Tvöfaldur snúningi líka. Fínar æfingar. Og tæknilega ekki alveg jafn góður og þessir efstu þrír. Pínulítið vinklar og pínulítið lægri í sveiflunum. Erfitt að koma á eftir þessum frábæru fimleikamönnum sem eru algjörlega búinir að mastera bogahestinn. En enga séu mjög fínt, heldur fótunum vel saman allan tíman og ristar spenntar hnén bein. En þá byrjun á svona hápunkti hans æfingu sem hann gerir tvöfaldan snúning í hans stöðu fram og tilbaka og aftur inn í sveiflu. Fáir sem treysta sér í það. Þetta er byrjunin hans, sjáðu hann svona rétt stríkur með aftanverðu lærinu, tekur engan þunga á. Hérna hvernig hann kemur flottur niður í Tómasar sveiflunar. Hringsveiflum með fætusundur heit eftir Kurt Thomas frá Bandaríkjunum. Hann var heimsmeistari 78 og 79 á gólfæfingum. Hérna er hann í hans stöðuna alveg öruggur. Og lendingin eins og hjá þeim langflestum algjörlega nokkra laus. Spurning hvort að ná í hinum þremur. 14-4 er á mjög svipuðum slóðum. Hinir komast yfir níuna. Fjórði sem stendur. Og breytt röð þar sem Targetta er efstur, Hamlet Manukyan er annar og Mamikon er þriðji. Þegar við fáum Milkevits yngri. Pappans þurfti með að hætta í tækninefnd Alþjóðafilmleikasambandsins þegar sonurinn fór að slá svona í gegn. Kom inn fjórði, 14-4, 6-6, þannig að hækka sig örlítið. Byrjar í klippi út á endan. Flott lína í gegnum mjaðmirnar hjá Milkevits. Sjá hvernig hár hérna að framan. Og þrefaldur rúsi á milli haldana. Áfram heldur hann mjög vel sinni línu. Og afstökkið með einföldum snúningi. Allt mjög vel gert hjá honum. Virkilega vel heppnaðar æfingar. Komst yfir níuna en byrjaði lagst af þeim. Var með 5-3 í D-einkunn erfiðleikann. Hinir eru nær 6-unni. Þetta er að fara upp í 9,7 til að fá 15 og það er enginn sem getur það í þessum þéttureglum sem við erum með núna í áhaldagi fimmleikum. Einn eftir. Þessir gera bara einfaldan snúning, gildir örlítið minna, en fyllir vel upp í kröfu dómarana. Þurfa semst að gera klippæfingu, þurfa að gera æfingar í hringsveiflu, þurfa að gera færslur og erfitt afstökk. Og þegar við erum komin hingað í úrslit og Evrópumóti eru að sjálfsögðu allir kapparnir með það. Já, 5-1, 9-1,
fer þá yfir 9 en 14,266 og 5. sætið. Ég velja sér að gera örlítið léttar æfingar. Mjög líklega að hérna hann hafi gert erfiðar afstökki sitt í forkeppninni. Þá aðeins einn eftir. Þessi drengur nú kominn með verðlaun, hann fer ekki neðar en í silfur sætið og armennarnir með að minnst og kosti 1. Þegar David Ivanov langar svo svakalega eins og reyndar alla að ná í verðlaun. Búlgarir mikil fimleika þjóð, sérstaklega hér á árum áður. Byrjar vanalega að gera sína skærisveiflur í handstöðu. Þess öðruvísin hinnir, já, gerir það vel. Og svo fer hann í sveiflurnar. Já, einfaldur snúningur. Já, ég held að alltaf eitthvað aðeins að klikka. Svo fer hann upp eins og við sáum Spánverjan gera hérna rétt áðan. Yfir bæði höldin fram og tilbaka. Það algjörlega frábært í Tómasa sveiflum. Já. Mikill hraði á Ivanov upp í handstöðu með tvöföldu snúning. Frábærlega gert. Hann var eini sem var í 6-unni. En hvað okkur hann ekki kátari en þetta? Egir fæturnar tvisa sinnum örlítið. Hér þetta öðruvísin hinni með skærisveiflu í handstöðu. Það var svona klassískari í byrjun og svo gerir hann í lokin þegar hann fer upp og niður, upp úr handstöðun og niður aftur. Og svo þessar fæslur yfir báða bogana eru frábærar. Svo seinni hlutinn af æfingunni er mjög óvenjulegur og mjög erfiður. Og hérna það kemur hér. Fer yfir bæði höldin. Hann mátti sýna okkur það þegar hann fer bæði höldin fram og aftur og örugt og fínt afstökk. En það var einu sinni að tvisa sem að hélt hann væri að detta. Gera mikla kröfu til sín þessir strákar. Það segja dómararnir. 14-7, hann veit það, hann með erfiðustu æfingarnar. Hann þarf að fá nær 9 fyrir þetta. Targetta hér með sín fyrstu gullverðlaun í flokki fullorðinna á bogahesti. Gerir mest bara bogahestin. Armennarnir 2 síðan með silfur og brons. Eini möguleikin þeirra til að hækka þessi einhvern eitthvað þeir eru komnir svona vel yfir 9 eins og hjá Hamlet er að gera eitthvað örlítið erfiðara. En fáir sem fá yfir 9,3. Bíður þetta í staðfestum úrslitum og þeir hljóta að vippa sér í verðlaunaafhendinguna. Gabriel Targetta með 15-1-3-3. Manukan Hamlet með 15 slétta. Kakatrian með 14-9. Svo kemur David Ivanov 14-7. Jokkers 14-4. Milkiewicz með 14-2-3-3. McClanahan með 14-1-6-6 og svo Dugno með 10,9 eftir 2 föll og alls konar vandræðagang. Svo langt síðan það gerðist, við erum eiginlega búin að gleyma því og hann gleymir þessu vonandi fljótlega líka. Sjáum við þá 3 bestu á bogahestinum.
ritmičkih gimnastičarki. Pa redom, molim vas, veliki aplauz za Saru Lavaš. Spennandi keppni. Uz nju iz njezinog također kluba KRG Zagreb dolazi nam Amarija Kara Hasan. Veliki aplauz za nju. I rekao bi se, šeće dolazi na kraju, Maris Karlović je također tu večera s nama. Ajmo i nju pozdraviti aplauzom. KRG Zagreb inače klub s više od 25 godina uspješne tradicije, što ćemo vidjeti vjerojatno i sada po ovom predivnom pogledu. Skemmtilega myndir og sínum hérna hvað þeir vinna hátt yfir hestinum. Einstaklega þessi þrír bestu. Og sjáum þess að hvað lítið pláss, það ekkert pláss til að gera mistök. Það alltaf að gerast bara á lóanum. Með þrefaldan snúning á milli haldana. Það gera allir í handstöðunar. Og svo alltaf svipinu þegar þeir vita að þetta komið. Mjög stressandi þetta áhald fyrir keppnirnar og svo það Tarketta sem gerir þetta best, gerir aðeins erfiðara heldur en armennarnir. Hann með 5-9 í grunnengun meðan hinir eru með 5-8 og 5-7. Ivanov kom svo í fjórða og hann gerði erfiðustu æfingarnar, var með 6,0 en tvísa sinnum svona pínu lítil, ekki mistök en svona möguleika á frádrætti. Veliki aplauz, cure, bili ste fantastični. Það má vera ánægður, þessi ungi tvítugi fimleika maður frá Ítalíu með sína framgöngu hér, efstur bæði í forkeppninni og í úrslitunum. Þá þurfum við að spýta í lófana. Stjórnarmenn í Zagreb til að við náum að klára keppnina. Við ætlum að fá sterku strákana næst. Men's Artistic Gymnastics European Championships Zagreb 2026. Hringina, en fyrst ætlum við að veita hinum velun. Við minnum að við erum á morgun klukkan 2:30 með seinni partinn af úrslitum og einstökum áhaldum og í hádeginu klukkan 12 á sunnudaginn verður úrslit í liðakeppninni. Sjáum við á þrjá fá sín velun. Na treće mjesto osvajač brončane medalje, predstavnik Armenije. In third place, winner of the bronze medal representing Armenia, Mamikon Khatchatrian. Mamikon Khatchatrian með bronsvelun. Velun fyrir Armena á einstökum áhöldum. In second place, winner of the landi silver hans. medal representing Armenia, Hamlet Manukyan. Hamlet Manukyan annar. Það silfurvelun að launum. Europski prvak 2026. na konju s hvataljkama, predstavnik Italije. Ítalir hér fáni með fyrstu velunin sín. Þessi móti ítölsku konurnar eins og við munum röðuð inn velunum. Tarketta fær hér gullið. Óumdeildur meistari hér. Munaði 0,133 á þessum piltum.
Kieran Gallagher, European Gymnastics Executive Committee member. Pablo Carillas, member of the Men's Technical Committee of European Gymnastics. And Robert Seligman, Vice President of the Croatian... Fyrirmenni frá Evrópska fimleikasambandinu og mótshöldurinn sem veita þeim 3 verðlaun. Svo það sjálfsög ítalski þjóðsöngurinn Targetta til heiðurs. Slijedi himna Italije. Please stand if you're able for the national anthem of Italy. Komin á sviðið og þá getum við farið að fá sterku strákana í salinn. Bestu á boðanum. Hann með 2 verðlaun. Og erum með 2 í úrslitunum á umgjörnum hérna rétt strax. Menn sem hafa oft verið á palli og eiginlega alltaf í úrslitum undanfarin ár. Þannig að það eru menn sem gefa bara hringina sem í úrslitum í þeim eða ekki mörg önnur áhöld allavega